Í þessu dæmi, sem númer 1119, ætlum við að einangra x út úr formúlunni y jafnt og a mínus bx. Nú, við byrjum á því að segja hér y jafnt og a mínus bx. Nú, við ætlum að einangra x-ið, þannig að við erum sem sagt og þegar við segjum það, við ætlum að einangra x-ið, þá þýðir það í raun og veru að við erum að leita að jöfnu, eða þegar við endum, þá viljum við fá jöfnu sem að lítur út einhvern veginn svona, x sama sem eitthvað hérna í hægri hlið. Ok, við skulum þá byrja á því að reyna að koma þessum x-lið hérna, það er einn liður í þessari jöfnu sem inniheldur x, það er þessi mínus bx liður hérna, sem í hægri hlið. Við skulum reyna að koma honum yfir í vinstri hlið og við getum gert það með því að bæta bx við báðar hliðar jöfnunar og höfum þá fengið, þegar við erum búin að því, að þá fáum við, þá lítur jöfnun út svona, bx plus y jafnt og a mínus bx plus bx, það þurrkast út. Ok, nú við þurfum þá til þess að losa okkur, þá sjáum við að í vinstri hliðinni erum við hérna með y-lið og við þurfum að losa okkur við hann og það getum við gert með því að bæta þá, eða draga y frá báðum hliðum jöfnunar, þannig að við drögum y frá hérna og getum gert það svona og drögum þá y frá hérna megin og sjáum hvað gerist. Við sjáum að þetta mínus y, það vegur upp á móti þessu plus y hérna megin, það sem það dettur út og eftir verður í vinstri hlið bara bx, í hægri hlið fáum við þá a mínus y. Ok, við erum þá með bx í vinstri hlið og a mínus y í hægri hlið og við sjáum að það er bara þessi b sem við þurfum að losna við til þess að x-in standi 1 eftir. Þannig að við gerum þá, deilum þá bara með b hérna í báðar hliðar jöfnunar og þegar við deilum með b í báðar hliðar jöfnunar þá sjáum við að b hérna styttist út, b deilt með b er 1, þannig að við erum þá með 1x eftir hérna í vinstri hlið og a mínus y allt deilt með b í hægri hlið og við höfum einangrað x út úr formúlunni.